Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Fréttamenn Víkurfrétta hafa verið á ferðinni að undanförnu og í þætti vikunnar þetta helst. Hestarnir hafa bara eins og öll önnur dýr vissan lækningamátt. Þetta kerfi, strandveiðar, þetta eru þessar rúllur hérna með 4 krókum hver. Þetta er engin verksmiðja. Þetta veiðir ekkert endalaust yfir daginn sko. Er þetta þinn stærsti róður? Já, ævinni. Ég hef búin að vera 44 ára á sjó og það er ekki að þetta er stærsti róður sem ég hef nokkuð tíma. Ég vona að þau eru aldrei að fara svona róður aftur. Fatlaðir og reiðmennska er samstarf milli Hestamannafélagsins Mána, Reykjanesbæjar, Æfingastöðvarinnar og miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum. Í nokkur ár hefur Hestamannafélagið Máni boðið fötluðum að koma og kynnast hestamennsku, þeim að kostnaðarlausu. Þau fá að kempa, læra að leggja á, moka, fara á hestbak og fleira sem viðkemur hestamennskunni. Íslenski hesturinn er talinn hafa marga kosti sem nýtast vel við þjálfun fatlaðra. Hreyfingar hestsins færast yfir í knapan sem situr hestinn og meðmagrind knapans hreyfist svipað og á sér stað í göngumynstri. Hesturinn veitir knapanum 90 til 100 göngusveiflur á mínútu og hafa erlendar rannsóknir sýnt að hreyfifærni knapans eru meðal annars aukin liðleiki í neðri hluta líkamans, betri höfuð og bólstjórn og jafnvægis viðbrögð. Hestamannafélagið Máni hefur allan búnað sem þarf til að fatlaðir komast á bak. Þar hefur verið til hnakkur í mörg ár sem er sérsniðin að þörfum fatlara en tími var komin á nýjan hnakk. Hæfingastöðin, sem er dagþjónustuúrræði sem gefur einstaklingum með langvarandi stuðningsþarfir tækifæri til þess að auka hæfni sína til starfa og taka þátt í daglegu lífi, fékk veglegan styrk eftir síðasta góðgerðarfest Blue Car Rental og var ákveðið að nota hluta af styrkfjárhæðinni til að kaupa nýjan hnakk sem er sérhannaði fyrir fatlaða og er smíðaður af Brynjólfi hjá leðurverkstæðinu Hlöðutúni. Nýverið var svo komið að því að taka hnakkinn í notkun. Boðið var til móttöku í reiðhöll Hestamannafélagsins Mána og þar mætti hópur fólks frá Blue Car Rental til að sjá hvernig stuðningnum frá góðgerðarfestinu var meðal annars varið. Það var Ástvaldur Ragnar Bjarnason, íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2023, sem reið á vaðið og tók fyrstu hringina reiðhöllina í nýja hnakknum og gleðin skein úr andlitum allra viðstaddra. Þið eru að sjá í dag svona einn af ávöxtum góðgerðarfestisins ykkar. Geggjað. Það er hrikalega gaman. Það er eiginlega svolítið ástæðan fyrir að maður er að þessu. Það er þegar maður sér og fær að vita aðeins hvað fjármunirnir fara í. Þakklætið sem maður finnur og gleðin sem fylgir í, það er ástæðan fyrir stöndum í þessu og búin að gera núna 3 ár í röð. Öll árin og jafnvel lengur en það höfum við styrkt hæfingastöðuna sem er einmitt hérna, búin að fá okkur hingað til í reiðhöllina hérna hjá Mána. Þar sem við vorum að horfa á Ástvald fara á hann sérútbúnan hnakk og ég held að myndirnar tali sínu máli að skein svoleiðis gleðin úr andlitinu á honum og ég er eiginlega bara feginn að myndaðir snýr ekki okkur líka því að hún skeinur jafn mikið úr andlitinu á okkur. Já, hæfingastöðin hefur verið ykkur hugleikinn lengi. Já, alltaf, alla tíð. Við veitum svo sem við séð fréttir í okkar miðli þar sem að þið hafið oft og iðulega verið að gera eitthvað með þeirra skjólstæðing. Svo sannarlega og þetta er bara einn liður í því hér og bara ég kann enga skýringu á því, bara frábært verkefni sem er náttúrulega bara heiður að fá að styðja og taka þátt í. Hvað er þetta að gefa ykkur? Bara, þetta er bara gleðin og nýlega fengum við þakkapost frá einu verkefni sem við styrktum. Það er bara nóg. Það var bara einlægur þakkapóstur og það drífur mann áfram í að gera þetta ár eftir ár. Þetta er svo sannarlega að vinna þessi fest sem við höldum en ótrúlega skemmtilega og góð vinna og það er gaman að fá að sjá í hvað fjármunirnir fara og fá þakkir fyrir. Það veitir okkur miklu gleði og fær okkur til að halda áfram, engin spurning. Þegar ég byrja á hæfingastöðinni, þá var Jón Kristinn forstöðumaður og hann spyr mig hvort það sé möguleiki á að fatlaðir fá að koma og kíkja í hesthúsið. Og þannig byrjaði þetta. Það voru einhverjir 2-3 og svo vatt þetta upp á sig og eru orðin ansi mörg í dag. Og eru að fá að gera allt sem að
Ekki allir vilja fara á bak, þau eru að fá að kempa og þau leggja á, þau fá að labba með hestinn, gefa honum, þau koma upp í hesthús og þau fá að pröfa að moka skít. En hverju breytir það svona fyrir ykkar skjólstæðinga að fá að komast á hestbak? Gleðin. Gleðin er svo mikil. Þetta er bara mikil lífsreynsla. Já, hestarnir hafa bara eins og öll önnur dýr vissan lækningamátt. Heldur að hestarnir skynji það að þetta séu einstaklingar sem eru kannski ekki fullfærir að sitja hest og þeir hefði sig eftir öðru sig? Potið, því að merin sem að þau voru á áðan er meri sem að nánast enginn ræði við. En hún var pollróleg? Hún er pollróleg undir börnum og fötluðum. En ef ég fer á hana, þá er hún bara spenningall. Hverju breytti það fyrir ykkur að fá þennan stuðning frá Blue í þetta verkefni? Breytti alveg bara rosa mörgu. Við erum með hnakk sem er síðan 2001 eða eitthvað, sem er náttúrulega orðinn lúinn og þarf að fara í yfirhalningu. En að fá nýjan hnakk með ekki gamla spaða hnakkalúkkinu, heldur þessi er kúftari, heldur styður betur við og er náttúrulega stífari. Þá upplifa þau meira öryggi þegar þau þurfa að fylgja hreyfingum hestsins. Þau er ekki á eins mikilli hreyfingu, þetta er svona öryggi, meira öryggi fyrir þau. Og alveg pottitt eftir að fara í útreiðartúr á þessum. Þannig þetta er allt annað líf? Allt annað líf. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Strandveiðitímabilið er nýlega hafið. Nánar tiltekið hófst það eins og venja ber 2. maí. Fyrir þá sem ekki þekkja kerfið sem sett var á árið 2009, þá mega smábátar sem hafa fengið leyfi fyrir viðkomandi strandveiðitímabil veiða sem nemur 774 kílóum af slægðum þorski og fá 80% af verðmæti þess ufsa sem veiðist fyrir utan hinn svokallaða skammt af þorski. Magnús Guðbergsson er strandveiðisjómaður frá Keflavík. Hann var byrjaður í útgerð 15 ára gamall og þekkir flesta hliða sjávarútvegs eins og handabakið á sér. Þegar strandveiðikerfið var sett á sínum tíma var talað frjálsar veiðar. Kerfið átti að gefa þeim sem ekki eiga kvóta kost á að nýta þessa sameiginlegu auðlind þjóðarinnar. Magnús fór yfir að í raun er ekki mikið frelsi í þessum frjálsu veiðum. Strandveiðar eru bara einfaldlega bara þannig í dag. Það er heita frjálsar strandveiðar. En þetta frelsi sem er kallað í þessum orðum er akkúrat ekki neitt. Við erum að tala takmörkun á dögum, 48 dagar, sem er ekkit 48 dagar. 48 dagar á þessum 4 mánuðum. Maí, júní, júlí, ágúst. Já, það er það sem að kerfið var kallað. 48 dagar. Og það var það sem að menn átt að geta veitt í þessu kerfi. Í dag erum við að veiða 29 til 30 daga. Þannig að þarna er takmörkun af því að það er kvóti á bakvið kerfið hjá okkur sem við veiðum úr og klárum. Já, sem er hvað mikið? Er það 10.000 tonn? Það eru 10.000 tonn útgefið. Eins og við fyrra eða eitthvað? Jú, já. Hefði mátt vera meira með við að þú segir að fiskur það sé ómikið af fiskisjónum? Mætti bara vera 20.000 tonn þess vegna. En það á ekkert að vera neitt þak á þessu. Þetta kerfi, strandveiðar, þetta eru þessar rúllur hérna með 4 krókum hver. Þetta er engin verksmiðja. Þetta veiðir ekkert endalaust yfir daginn sko. Við getum hámarka kannski 2-3 tonn á góðum degi. En það er ekkert alltaf. Eins og ég segi, ég held að við ef við verðum bara að tala heilt yfir, að þá erum við að tala strandveiðikerfið með 48 dögum sem eru raunverulega 30 dagar í dag. Það eru 10.000 tonn á bakviða, það er ein takmörkun í viðbót. Takmörkun á tímafjölda dagsins. Já, það eru 14 klukkustundir frá því við leggjum úr höfn og komum í höfn. Ef við erum lengur en það, þá telst það inn á næsta dag hjá okkur og dregst það frá. Svo er við erum takmarkaðið með 4 rúllur, við erum
við erum bara takmarkaðir við allstaðar. Þetta frelsi, svo kallaða frelsi eiginlega bara orðið eitt. Það ekkert raunverulegt frelsi í þessu. Nú þetta kerfi orðið hvað? Þetta ekki 15 ára gamalt, 2009 sem þetta byrjaði? Já, við minnum það svona cirka. Og hvað, Vinstri grænir, lofuðu þeir ekki Núna, gull og grænum skógum varðandi þetta kerfi fyrir síðustu kosningar? Núna við síðustu kosningar þá var það slagorð Vinstri græna að gefa vel í strandveiðarnar og hjálpa þeim meira heldur en hefur verið gert og jafnvel bara frjálsa strandveiðar eins og slagorðið þeirra var fyrir kosningar. Þetta bara orðið eitt, þetta bara hjóm. Alveg eins og flest allt annað sem kemur frá þeim. Þetta hefur bara verið orðið eitt, ekkert á bakvið það. Hvernig myndið þú vilja sjá kerfið bara vera í Ég myndi bara vilja sjá frjálsa strandveiðar, það bara svo einfalt. Ég sé ekki hvers vegna við ættum að takmarka okkur. Við erum umhverfisvænsta veiðiskap með 4 króka á hverju rúllu. Ég veit ekki hvað við getum skaða lífríkið eða bara, fiskistofna þjóðarinnar. Ég sé neitt skaði af því að veiða með þessum fáu rúllum hérna á svona litlu bátum. Þannig ef þú fengir að ráða þá mættu við bara stunda frjálsar strandveiðar, 8 mánuði á ári? Ég myndi segja 8 mánuði vegna þess að við erum með smærri báta í þessu sem að hafa ekkert að gera á sjó kannski í nóvember, desember, janúar og febrúar. Og ekki líka annað sem kannski dálítið, þannig séð svona ósaklega gagnvart alla þeim sem búa hinum einn á landinu. Þið eru þó allavega hérna á nokkuð hentuðu svæði. Hérna fiskurinn núna. En það ekki oft sem að þið eru nánast bara búin að klára þessi 10.000 tonn þegar almennilegur fiskur kemur fyrir norðaustan? Jú, það alveg þannig og það eins og ég segi, það svæðaskiptingin. Það ein takmörkunin í viðbót. Þannig að þeir sem að búa þar ættu alveg að geta komið hingað og róið héðan. Það á ekki að vera neinn svæðaskipting á þessu. Þetta bara bull. Þetta bara til þess að búa til úlfúð á milli manna innan kerfisins. Og það tilgangurinn með því að hafa svæðaskiptinguna. Það til þess að búa til illinda á milli okkar aðla innan kerfisins til þess að skapa ófrið í kerfinu. Já. Sem alveg óþarfi. Ég meina, það þarf ekki að vera að búa til vandamál þegar það hægt að leysa og hafa það miklu einfaldari. Já. Þú taldir einhver 4 atriði, þessi höft, fara þessi yfir það aftur. Hvernig þetta svona, þetta ekki frjálst, þannig séð? Nei, þetta ekki frjálst. 48 dagar ekki frelsi, ekki fullkomið frelsi. Svo það sem sagt 12 dagar í mánuði. Sem sagt við megum bara róa mánudaga og til 50 daga, til og með 50 degi. Við megum bara vera 14 klukkustundir á sjó frá því við leysum frá bryggju og bindum aftur. Við megum bara taka 774 kíló af fiski á dag af óslægðu og við megum bara vera með 4 rúllur. Ég man ekki hvort það 4 krókar hámark, ég man það ekki, en það gæti svo sem alveg verið, því að það var ekki ósennilegt að væri ein takmarkun í viðbót. En þetta takmarkanirnar og svo svæðaskiptingin og allt annað líka. Þetta svolítið mikið af takmörkunum í kerfi sem á að heita frjálst. Frjálsar strandveiðar, þetta orð á bara ekki við. Hvað eru margir bátar á þessari strandveiði í dagaldur, á þessu tímabili, veistu það? Ég gæti trúa að það nálgast 700 sem verða í sumar. Já. En ertu ekkert smeykur það að ef að þeim yrði bara gefin frjálsi taumurinn og að þetta yrði, getur þetta ekkert orðið ofveiði? Þú meinar þá að komi miklu fleiri bátar inn og fleiri aðilar? Já, það bara þessi bátar sem eru núna, sem væri bara þessi bátar og þeim væri gefin, svona lausari taumurinn. Gæti það ekkert leitt til ofveiði? Eða nær þessi floti erfitt að ná því? Má ég nefna línuveiðarana sem eru með beitningavélarnar borð hjá sér, hversu margir krókar fara í sjóinn hjá þeim á dag? Það ofveiði? Eru þeir að valda ofveiði? Til dæmis bara samanburður, veist? Ef við horfum bara á línubáta, veistu hvað mörg þúsund krókar á hverjum bát sem fara í sjóinn?
við erum að tala um 16 króka á bát. Hvað heldur að þeir fari oft í sjóin á dag? Það ekki 1000. En við erum að tala um sko 1000 ef ekki 2000 krókar sem fari í sjóin í hverjum róðri á svona stóru línubát. Og ekki talað um ofveiði þar. Af hverju ætti að verða ofveiði á þessa litlu rúllur sem eru á síðunni hjá mér. Ég sé ekki raukinn fyrir þessu. Og allir þeir sem eru að stunda þennan veiðiskap, þið kunnið alveg að fara vel með aflann, þið eru alltaf með ís með ykkur. Ég landa allir í krapa og spara ekki ísinn því ég veit að það er bara hágæða hráefni sem að skiptir máli fyrir kaupandan og neytandan. Við erum ekki að spara neitt í því að vera með góðan aðbúnað. Ég er með fiskikör á dekki sem eru með einangruðu loki, þannig að sólin kemst hvergi að þessu. Ég opnaði þessa litla lúgu til þess að setja fiskinn niður og svo er þetta í lokað, skilur. Það er engin sól að koma að stað þessu fiski hjá mér. Þannig að þetta er ekkit verri aðbúnaðar heldur en í öðrum skipum sem að landa í krabba. Þannig ég, eins og ég segi alltaf að vissulega allstaðar pottubrotin einhver staðar, líka á stórri skipunum og allavega það er alltaf einhver svartur sauður einhver staðar en við lögum þetta innanfrá. Við tölum við fólk sem ekki að standa sig, það kann það ekki, skilur, að koma nýtt inn í kerfið, kannski að fóta sig og kannski gerir ein mistök en það er bara bent á það, það er lagað. Það er ekkit óeðlilegt, mannleg mistök alls staðar. Og er ekki einmitt dálítið kannski svekkjandi í þessu, allar þessar ákvarðanir, þær virðast vera teknar bara við eitthvað skrifborðið í Reykjavík og kannski fólk sem hefur aldrei prófað að fara á strandið og það er ekkert samráð haft við ykkur upp á hvernig best var að gera þetta. Vantar ekki mikið upp á það? Það var ekkert samráð með okkur það hvað væri best fyrir okkur að gera og hvernig það væri best að hafa þetta. Það var aldrei neitt eins og þegar framsalskerfið var sett á, þá voru allir útgerðarmenn kallaðir til og farið yfir stöðuna hvernig væri best að útfæra nýtt kerfi. Það var aldrei gert fyrir okkur. Það var aldrei spurt hvað haldið þið að þið þurfið mikið í þennan pott svo þið getið staðið við þennan 48 daga á ári sem eru 12 dagar í mánuði, í 4 mánuði sem alveg ótrúlega lítið sem verið að bjóða okkur. Þetta eru dýra fjárfestingar. Ég meina, sjáðu þennan bát hérna. Þetta er ekkit ódýrt. En þú veist, svo eins og ég segi, við erum með fasta fjármuni og það er alltaf verið að tala hjá bændum og annar staðar. Það eru fasta fjármunir og það þarf að borga sig fyrir bændur að gera þetta svona eða hinsegin af því að það er fasta fjármunir sem eru bundnir í einhverju sem hefur verið fjárfest fyrir. Þetta er fasta fjármunir sem verið að binda fé í til þess að geta gert þetta. Þetta er bara eins og landbúnaður. Þetta er bara fiskibátur. Þetta er eiginlega bara eins og við kallum þetta í gamla daga sjávarútvegsbóndi. Þannig að það má gera svo miklu betur og ef að fólk bara áttaði sig á því sem raunverulega kannski að taka ákvarðanir líf þessa fólks sem að býr bæði við skertan hlut út á landsbyggðinni í litlum þorpum þar sem kvótinn hefur allir verið tekin í burtu. Það að reyna að bjarga sér með að kaupa svona bát og reyna að reka hann yfir sumarið, hjálpa sér með tekjur, skilurðu, þannig að það geti búið þarna áfram. Og af hverju ekki? Af hverju ekki að leyfa fólki að velja sér búsetu? Af hverju þarf alltaf að vera að pína fólk af landsbyggðinni til Reykjavíkur og bara höfuðborgarsvæðið? Við þurfum ekkert endilega að spenna meira á fasteignamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu heldur en búið að gera. Við eigum frekar að létta undir kannski landsbyggðinu og bjóða frjálsar strandveiðar. Það getur kostað það að fullt af fólki sem kannski flutt til Reykjavíkur og búið að flýja landsbyggðina, það langar kannski bara að fara aftur, á landsbyggðina og hasla sér völl þar og vera bara með sinn bát og sína fjölskyldu við það.
og það myndi þá sama tíma draga úr sem sagt spennu á leigumarkaði og líka spennu á fasteignamarkaði í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu sem gæti kannski hjálpað fullt af fólki sem á erfitt með að fá orðið í dag húsaskjól. Daginn eftir að viðtalið var tekið var uppsteytingardagur. Það er enn ein takmörkunin, ekki má róa á rauðum dögum. Magnús fór yfir róður dagsins og hvernig hann sér næstu daga fyrir sér. Já, ég var að koma í land með skammtinn. Ég er búinn að taka skammtinn alla dagana og fyrsta daginn tók ég smá meira ufsa líka og þannig að þetta er bara orðið ágætt allavega það sem komið er. En fyrir þá sem að átta sig ekki alveg á skammturinn, hvað þýðir skammturinn? Það er ein takmarkunum sem við höfum. Það er 774 kíló per dag í sem sagt óslægðum þorski. Þorski, já. Já. En þú mátt taka hvað eins mikið ufsa og vilt, hvernig er það? Já, við megum alveg taka eins mikið ufsa og viljum, en það er náttúrulega, við fáum bara 80%, hitt rennur til ríkisins. Ok, og það er hvað, 8. maí í dag, þannig að þetta stranduði tímabil er nýlega hafið, og hvað, ertu búin að ná að sækja bara alla á daga sem hafa verið í boði? Já, ég er búin að fara alla daga. Og alltaf með skammtinn? Alltaf með skammtinn, og já, rúmlega það með ufsan. Og eins og bara róðu dagsins, hvenær fórstu út og hvað fórstu langt og svona? Heyrðu, ég bara leysti frá bryggjunni og lét reka hérna út fyrir Hafnagarðin hérna í Grófinni og byrjaði að dorga hérna í morgun klukkan 5. Færði mér svo inn á Vogabrún. Þetta er bara, við erum að tala innan við korter. Já, bara hérna rétt út fyrir bara? Já. Og er bara sama staða eins og Gísli Reyni sem hefur verið alltaf með vikulega pistla. Það er bara fiskur út allan sjó bara. Er það bara ennþá þannig eða? Það er fiskur út allan sjó hérna innan bugtar núna sem er mjög óvenjulegt. Það hefur bara held ég, það tíðkast ekki að vera með handfæri fyrir innan Garðskaga. Það hefur bara frá því ég man eftir mér og forfeður mínir töluðu alltaf það væri erfitt að gera út á handfæri hérna fyrir innan Garðskaga. Já. Það væri bara yfirleitt ekki fiskur á þessu svæði. Og hvaða breyting er þetta heldur þú? Þetta er bara sennilega svo óbúslega mikið af fiski og sennilega eins og margir halda fram að fiskurinn er orðinn það mikill að hann er farin að éta undan sér og við erum kannski bara að vanveiða. Við þurfum bara kannski að bæta í veiðana og veiða meira. Það verður líka gott fyrir þjóðarbúið að fá meiri tekjur og gjaldeyrir og geta þá spýtt aðeins inn í innviði þjóðfélagsins. En það var hérna skítabræla fyrir utan Garðskaga í morgun. En þú veist, við hefðum frekar átt að róa sem sagt ekki fá að velja okkur dag, heldur við áttum við bara að fara í brælunni í dag út fyrir Garðskaga og veiða, ef maður væri ekki bara hérna inn í flóa hjá okkur fiskurinn. Þá hefði ég orðið að fara í Garðsjóinn eða eitthvað í skítabrælu. Og sem er ákveðin slysahætta? Já, sem er bara slysahætta. Það er fullt af minni bátur sem eru náttúrulega verða að reyna að sækja þessa daga sína. Og við erum með 12 daga. Ég held að sé rétt hjá mér að við höfum haft 15 daga til þess að ná þessum 12 dögum út á rauðudögunum í þessum mánuði. Þannig að þá verður... Þetta er orðið svolítið knappt. Já, veðurguðirnir þurfa heldur betur að spila með þá. Rauðudagarnir verða kannski svona í hugamanns kannski þess vegna svolítið óheilagir því að maður vill helst geta róið í betra veðri. Og eins og sakir standa núna áttu þá, það er þá bara næst á bara mánudaginn? Það er bara mánudagurinn næst. Já. Það er bara Guð og lukkan hvort hann er hérna fyrir framan ennþá eða ekki. Já. Kannski þarf maður bara kannski að fara út í Garðsjó eða kannski út á haus eða eitthvað annað. Lýstu fyrir mig hvernig þetta var þegar voru að fara hérna út í nótt? Við bara fylgdumst að vorum að fara út hérna klukkan 2 og svo tölum við saman og komin út fyrir sundið og svona 10 mínútur yfir 2 og við vorum á sömu stefnu hérna norðvestur eftir, hann var aðeins vestan við mig og svo ég að fylgjast með að var skemmtiferðaskip að koma hérna Friðþjóf Nassen og svo þegar ég kom þá sá ég á fraktæri hérna fyrir framann og hann var komið svo vestur fyrir mig þegar ég kom, þá kem ég fram á, ég held fyrst að það væri gámur í sjónum, því þeir eru búin að vera að skoppa á þessum skipum. Svo sá ég fiskikar
svo ég kem nær að því að það var myrkur, þetta var hann fyrir 3 og þá sé ég þetta bát og nær, þá sé ég nafnið á hann og þá fekk ég bara stingi í hjartað sko. Það góðu vinur, búin að þekkja í 40 ár rúm. Og báturinn á hvolfi og ég kallaði strax bara í gæslun og bara fá þyrlu og reyna bara gera eitthvað sem fyrst. Og þá varstu ekki búin að sjá hann í sjónum? Nei, þá var hann var bara fastur inni og ég sagði að hann var fastur inni í bátnum, lét á vita því. Og ég gat ekki og báturinn flaut þannig vel, hann var alveg á hvolfi en hallaði aðeins í stjór og niður á aftan og svo bara ég hérna við og þá skýtur hann upp, þá náði hann að komast í flotgal inn í bátnum og náði að brjóta sig leið út og hann var svo þungur að ég var að koma með bátinn og draga hann að og svo til að ná honum upp borð tók ég hann aftan við stigann. Ég lét hann setjast á grindina meðan var hann ég sagði slakað á bara, aðeins róa okkur núna, við erum góðum málum og svo til að ná, hann var gallinn fullur af sjó, þannig ég var að skera skálmannar af til að ná honum borð, annars hefði ekki náð honum. Og þá hefur hann fengið hjá þér þurr föt? Já, þurr föt og kaffi og við knúsuðumst hvern annan því að þetta var bara yndislegt því að, eins og ég sagði, ég fekk stingi hjarta ég sá, svo aftur kom gleði hjarta þegar ég var búinn að ná honum borð. Þetta er að besta sem að nokkuð sjómaður getur tekið þátt í, það er að bjarga öðrum. Varstu búinn að sjá skemmdirnar þá á skrokknum hjá honum? Nei, ég tók ekki eftir því að hann hallaði og ég var að horfa hvernig ég sæi að ég sá ljós inn í bátnum og hvernig hann væri og ég gat ekkert gert sko, það var að versta sko. En hvað sagði hann? Hvað hélt hann hafi gerst? Hann bara, það var bara högg. Það var eina sem að ég leti landhelgisgæsluna vita því að fraktarinn hefði verið komið fram hjá mér og þannig hefði passað við fjarlæðinni í hann að það var alveg blíða. Það var ekkert á sjónum og þó lendir á rekaldi á svona bát þá fer ekki á hvolf, það bara fer skrúan og stýrið. Þetta er 5 tonn bátur, það er eitthvað mikið til að svona bátur fara á hvolf. En það er mjög áberandi skemmdir á honum sem að maður getur svona ímyndað þessi jafnvel eftir perustefnið. Já, það er komið líka ljós að það er skemmdir á skipinu, það er inn í Vestmannaeyjum. Þannig að þetta fer bara hjá gæslunum sko að það verður rýnt ofan í þetta hvernig þetta er. Og þú náttúrulega tekur bara stefnuna á land með kappan? Já, ég bara og þegar ég kem í land þá býður hérna sjúkrabíll eftir honum og ég talaði aðeins við lögregluna og svo fyrst þetta fór vel þá bara dreif ég mig á sjóinn aftur og gekk bara vel. Bara með skemmtinn? Já, því að maður er uppskerinn sem maður sáir. Maður er búinn að læra það í lífinu og það skeiði þarna sko, það var alveg bara mjög gott. Er þetta þinn stærsti róður? Já, ævinni. Ég hef búinn að vera 44 ára á sjó og það er ekki að þetta er stærsti róður sem ég hef nokkuð tíma. Ég vona að þau eru aldrei að fara svona róður aftur. Ertu eitthvað búinn að heyra í honum svona? Já, ég heyrði aðeins í honum í morgun. Hann var bara nokkuð brattur sko. Hann var náttúrulega kaldur þegar hann var bara nokkuð brattur eftir þetta. Og ætlar hann aftur á sjóinn? Já, ég kannski teka með mér bara, það er sennilega öruggast, hann sé bara með mér. Hvernig er svona þessi upplifun, þú veist bara að sjá bátinn í sjónum og engan mann, hvað fer í gegnum hugan? Það er bara að því ég þekkt hann, búinn að þekkja hann lengi, þá bara eins og sagði, ég fekk stingið í hjartað. Og ég var að gá hvernig ég sæi eitthvað og ég gat ekkert, ég þýtti ekkert á mér að fara að reyna að gera eitthvað, ég hefði bara stend mér í hættu. Og svo þegar hann kom upp, sko, þá kom gleði í hjartað, sko. Og bara, þetta er bara, þannig gat ég ekkert gert, sko. Gekk þetta hratt fyrir sig hefur hann á honum? Já, það gekk mjög hratt fyrir sig og ég var komin bara hérna inn, bara fljótlega, sko. Gerði bara á sparikeyslunni í land með hann. Hvar varstu staddur nákvæmlega þegar þetta var? Þetta var svona 6 mílur hérna frá norðvestur frá Sandgerði. Og þetta er akkurat í, sko,
Það sem að skipið, það er siglingaleið hérna. Þegar skipið er að koma og fara, þá fara ákveðin leið hérna. Þetta er akkurat þar. En eru þið að veiða á þessari slóð líka? Yfirleitt, kannski stundum en yfirleitt það er ekki oft sem hefur verið akkurat þarna. Það hefur verið annarkvæmt fyrir ofan þetta eða utan. Ég vildi svo bæta við að menn svona tali saman út á sjó. Því að eins og þetta, hefðum við ekki verið búin að tala saman, þá er ekki víst þetta að fari svona vel. Við erum alltaf sko, menn hafið samband sín á milli. Við erum ekki að þverskallast einhvers staðar einn og enginn veit neitt hvað og kannski lendir ykkur ógöngum. Það er gott að vita af næsta bát svona í færi. Já, og hafa samskipti. Það er bara lykilatriði. Er það ekki þannig hjá ykkur? Jó, það er hjá flestum sko. Svo er alltaf einhverjir svona inn á milli. Þetta er bara eins og sanna sig í nótt sko. Þetta er góð áminning um það að það borgar sig að vera í bandi? Það er engin spurning. Engin spurning. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út okkar vikulega fréttabla í hverri viku. Skrifum fréttir á Víkurfréttavefinn á hverjum einasta degi. Skrifum golffréttir á kylfingu.is og þið megið endilega vera í sambandi við okkur og senda okkur hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Blaðið liggur frammi á 30 dreifingarstöðum á Suðurnesjum en líka á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Nettó úti á Granda og í Mjódd, í Fjarðarkaupum og í Salalaug í Kópavogi. Já, aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu. Í fyrsta skipti reyndar. En við þökkum fyrir okkur á sinni. Fylgist endilega með okkur. Takk fyrir að horfa. Verið sæl.